Seinasta sem við ætlum að fara yfir í dag aðeins villur og villumeðhöndlun. En eins og þið hafi kannski tekið eftir, núna þegar þið aðeins búin að vinna í JavaScript, að það ekki sama villumeðhöndlunin og í HTML og CSS. Þannig ef eitthvað brotnar í JavaScript forritinu ykkar, þá brotnar bara allt JavaScript forritinu ykkar. Það hrynur bara eins og spilaborg. Ólíkt því sem gerist ef þið til skrifið óvart vitlaust í CSS, þá bara sá partur á síðan ykkar mun kannski ekki verða blár eða stóri stafir eða eitthvað. Þannig að villumeðhöndlunin mjög ólík á milli þessar tveggja umhverfa. Og þetta eitthvað sem við verðum að hafa í huga og verðum að reyna að skrifa þá kóðun okkar þannig að hann innihaldi bara ekki villur, bara ekki gera villur, þetta mjög einfalt. Síðan margir sem að setja í bifina sína og forrita JavaScript-virknina sína og gera bara eitthvað það allt geðveikt, það hreyfist allt á síðunni og hún geðveik og það allt Ajax og allt eitthvað svona. En síðan lendir fólk í því að eitthvað af þessu satt og JavaScriptið einhver hluta vegna brotnar og bara öll síðan óaðgengileg í heild sinni. Og það ekkert þetta að gera bara því að ég ekki með JavaScript eða ég á lélegu neti og það hlóðst inn HTML en ekki JavaScriptið og eitthvað brotnar eða það eitthvað af þeim mörgu hlutum sem geta komið upp á við það að sækja JavaScriptið og keyra JavaScriptið klikkaði og þá bara dótið bara kaput, það ekki til staðar. Og þetta hérna af síðunni eða úr greininni Everyone has JavaScript, right? Og þá kemur til svona hugtak tengt Progressive Enhancement og þessu að vilja aðskilja útlitið frá efni og þá viljum við aðskilja forritið okkar frá efninu. Þannig að við erum búin að skrifa eitthvað efni, við erum að leysa eitthvað verkefni, við erum að gera eitthvað fyrir einhverju notendur og við viljum í raun einbeita okkur að því að það virki fyrir notendur, sama hvort að JavaScriptið sé til staðar eða ekki. Og þá þetta hugtak unobtrusive JavaScript, það að aðskilja hegðunina frá markupinu og vera með sem minnst fótspor til þess að reyna þá að koma í veg fyrir það að eitthvað gerist á milli forritisins míns og einhver annars forrit sem hugsanlega sett upp á vefnum hjá viðkomandi og svo hef ég líka margoft lent í því að vera að debugga eitthvað og komast að því að það út af einhverju extensioni sem ég með sem að gera eitthvað af sér eða þá að vefurinn sé ekki að spá í því að eitthvað geti klikkað. Ég til dæmis verið að keyra plugin sem heitir Ghostery sem lokar á marga svona trackera þannig að til dæmis Facebook trackerinn eða Google Analytics eða eitthvað svona það bara ekki keyrt en einhver hluta vegna þá bókunarvélin á Vá mun ekki virka út af því þeir eru að nota tracking virkni þannig að þegar ég íti á leita þá trackað eitthvað og kóðunum var ekki lótað af því að ég blokkaði hann og þá kemur villa sem kemur í veg fyrir það að ég geti leitað að ferðum á Vá. Ég múin að sé búið að laga þetta því þetta leiðilegt þannig að ég ítti bara og þetta var bara bilað þá bara flýi bara ekki með Vá. Too soon. Þetta svona hlutur þar sem að það bara alveg eitthvað sem að maður fattar ekki að geti verið bilað og látið hlutina bila bara út af því að eitthvað sem að kastar villu hér veldur því að eitthvað lendir í vandræðum hér, þar. Og svo það þannig líka að við viljum ekki gera ráð fyrir því ef eitthvað virkni sé til staðar. Við viljum frekar athuga hvort eitthvað virkni sé til staðar og þá nýta hana. Og við munum sjá þetta í næsta mánudag þar sem skoðum svona polyfills og svona fyrir JavaScript. Og við viljum sem sagt bæta hegðun við og virka án hennar. Og það eitthvað sem við ætlum ekki, það það yfirgripsmikið að við náum ekki að fara yfir það hérna núna. En til dæmis þessu verkefni sem við erum að vinna í núna, ef þið hafið ekki JavaScript, þá náttúrulega þetta forrit sem við erum að búa til, það gerir ekki neitt. Það mun birta upp einhvern lista sem við munum reyna að ýta og bæta við og ekkert mun gerast. En ef við varum í raun að setja þetta upp sem svona unobtrusive verkefni, þá myndum við gera eyðatakkan sem sér form sem við myndi posta einhverju eyða yfir á vefþjónin sem við myndi þá segja einhverjum gagnagrunni sem við myndi geyma öll þessi to-do item sem við erum með að eyða þessu itemi og birta síðan vefinn aftur
án itemsins. Þannig að við myndum í raun fara í þetta gamla mód þar sem við værum í raun bara að virka með HTML og CSS og formum sem posta HTTP-beiðnum yfir á vefþjóninn og vefþjónninn skilur okkur tilbaka einhverju virkni. Það mun ekki vera jafn næs eða jafn flott af því að það mun skjárinn verður hvítur, við þurfum að bíða eftir að vefurinn okkur lóti aftur, en hann mun virka sem í raun grunnurinn að þessu öllu saman að leysa verkefni fyrir fólk sem alveg saman hvort sem að nota HTML, CSS, JavaScript, Ajax eða whatever, það vil bara geta sendt skilabóðin sín eða millifært peningin sinn eða gert eitthvað. Og þannig þá það hérna að við viljum ekki láta eitthvað bara virka þegar með JavaScript, þannig að við viljum ekki gera eitthvað hérna og ef að JavaScript virkar ekki, þá bara ekkert, þá fer vefurinn ekki með okkur neitt. Þegar kannski lenti í þeir eru einhverju vef og þeir reynið að hægri eða nota miðjutakkan eða nota command klikka á einhvern link sem opnar hann í nýjum tab og oft gerum við þetta svona, hei, það margt áhugavert hérna, ég ætla að opna það allt og skoða og ef það í raun útfært þannig að það sé svona, þá í raun mun það bara fara með einhver rugl, það mun bara ekki virka út af því að command klikka eða miðju klikka á þetta þess að láta þetta birtast nýjum tab notar hrefið en keyrir ekki on-click atburðin í sama konteksti og höfundur virknunar hefði gert ráð fyrir. Þannig í staðinn fyrir að gera svona, þá viljum við láta þennan hérna link virka bara og síðan viljum við enhance hann með því að skrifa JavaScriptið okkar þannig að við finnum hennan link og bætum síðan við þessum event listener og hann gerist síðan bara sem auka virkni við þetta. Hann ekki að fara stroka út grunnvirknina. Þannig að þetta það sem að Jeremy Keith talar í Resilient Web Design. Identify core functionality, make that functionality available using the simplest possible technology og þriðja skref, enhance. Og enhance getur haldið áfram óendanlega. Við getum alltaf enhancað, við getum alltaf bætt ofan á þetta og gert þetta betra, en í grunninn viljum við að hlutirnir virki. Og þetta samt þýðir ekki það að út af því að við viljum í raun láta hlutina virka að allir þurfa að fá alla virkni alltaf. Heldur þetta það að við viljum í raun að þessi core functionality sé til staðar fyrir alla og eftir það þá það bara every browser for itself. Að því leyti að ef vafrinn þinn betri en vafrinn minn þá færð þú upplifunina aðeins betri en við getum samt bæði klárað verkefnið og fengi aðgang að þessu core functionality. Þetta var síðan hjá NASA einhverju tímapunkti þegar JavaScript virkaði ekki. Þá var bara svartur bakgrunnur þegar það vantaði JavaScript sem átti að keyra inn eitthvað transition sem gerist eitthvað og hann Jeremy Keith spyr hvort þetta hafi verið svona mjög representa space og hvað þetta við erum öll lítil og ómerkileg í stóru myndinni. Þannig að þetta getur hafa verið eitthvað svona performance art hjá NASA. Þannig eins og ég sagði á hann, við erum í raun að vinna verkefni núna þar sem við erum bara að gera verkefnin bara ef að JavaScript hleðst inn. En ef við varum að gera þau svona í raunveruleikanum og við varum að gera eitthvað sem að skipti máli, þá værum við líka með eitthvað svona server-side rendering þar sem við værum í raun að búa til á servernum þar sem við værum að fara að rendera, við værum að taka inn einhver staðar frá værum við að geyma þessi to-do atriði eða það sem við erum að fara að gera frekari verkefnum og við myndum geyma það á servernum og serverinn myndi útbúa HTML-ið fyrir okkur og senda okkur það með þessum itemum og þegar við myndum eyða þeim, þá varum við að eyða þeim á servernum og síðan fá allt tilbaka nýjustu útgáfuna. Og það þá líka þetta að hafa efni til staðar í HTML-in í byrjun, að krefjast þess ekki að eitthvað JavaScript keyri. Þannig að við getum í raun opnað suma vefi og þið opnið þá vefi og þeir eru í raun bara tómir. Eða bara body og svo bara skriftelement. Það ekkert meira. Allt sem gerist keyrt í gegnum JavaScriptið og í raun svona brothæft. Ok, smá svona predikun. En aðeins að því hvað við getum gert til þess að koma í veg fyrir það að við skrifum svona villur eins og þau kannski lenti í, skrifa keykode með litlu c í staðinn fyrir keykode með stóru c, þá eru svona hlutir sem að hægt að nýta til þess að hjálpa okkur. Og
fyrsta svona sem var búið til var JS-lint sem skrifaði Douglas Crockford til þess að leiðrétta villur í JavaScript kóða og það svipa til hérna strict mode sem við sáum aðeins áðan en það var einhver munur svona aðalega svona hans persónulegur preferensur það hvernig þetta skrifa kóða voru mjög sterk í þessu og mjög strangt og mjög lítið hægt að breyta reglum. Þið getið prófað að paste inn kóðan ykkur og sjá hversu marga tugi villna þið fáið ef við notið þetta. Þið getið farið hérna. Þannig að þetta hérna fall sem lítur svona frekar, já ok, fínt. Það eru einhverjar 10 villir í þessu og þetta rétta útgáfan. Maður sér ekkert mikið mun en það eru svona litlir hlutir eins og að hafa þetta hérna, hafa bil á milli, hafa 4 bil hérna, ekki 2 eitthvað svona sem að eitthvað, já en síðan var fólk að segja, ok, þetta gagnlegt en vá hvað þetta erfitt að vinna með þetta því að þú ert mjög opinionated maður, herra Douglas Crockford og þá var búið til JS hint sem var satt fork af þessari virkni nema allir þessir hlutir voru settir í stillingar þannig að sér sniðið þínar eigin reglur og þetta líka þetta að skrifa með að keyra með JS hint síðan lenti það í vandræðum þegar allir fóru að skrifa ECMAScript 6 eða 2015 kóða að það bara var ekki gert ráð fyrir því að passa þann kóða og það svo sem var með þetta open source verkefni hafði ekki tíma til þess að útfæra það og það bara svona datt út en þá náttúrulega bara reisi upp annað verkefni og það ESLint sem enn eitt linturinn fyrir JavaScript en búin að vera helviti frekar langlífur og aðalega út af því að hann var skrifað með það í huga að vera almennur og vera ekki að reyna að leysa allt heldur leysa einhverja grunnvirkni sem í raun það að parsa JavaScript og búa til svona AST abstract syntax tré fyrir forritun okkar þannig að við getum ímyndað okkur forritun okkar eru tré eins og svo margt annað í tölvunarfræði og þannig að þú ert með eitthvað fall og það tré sem fer yfir í einhver argument og þetta allt saman eitthvað risastórt tré og svo ertu með plugin sem geta í raun gengið yfir þetta tré og athugað, já ok, hérna ertu með function, ok, þú varst með argument og argumentið, þú veist 3 argument þau ættu að vera í nýri línu og þú gerir það ekki, það villa og þá fer það upp í gegnum ESLint og skilað til notanda sem einhver villa í linting á verkefninu og við getum skilgreint alls konar reglur fyrir ESLint og við getum skilgreint þær í .ESLint RC alveg svo við gerðum .stylelint RC fyrir stylelint linterinn og við ætlum að nota hann núna í næstu verkefnum en til þess að setja upp ESLint þá notum við npm og gerum npm install ESLint og notum hann bara í development þannig að við gerum save def síðan getum við notað ESLint init til að búa til ESLint RC skrána eða ESLint RC JS skrána en þar sem við þurfum að nota ESLint í verkefninu sem við vorum að installa ESLint í þá þurfum við annarkvort að keyra upp úr node modules möppunni eða setja ESLint upp global til þess að keyra þetta eða nota aðra aðferð sem heitir ykkur þannig að hérna ætla ég að fara bara á desktop og gera test og sjá, ég ætla að búa til nýtt verkefni og ég ætla að segja npm install ESLint save dev ég ætla að setja ESLint í þessu verkefni sjá þetta var farlega hátt rætt ég ætla að opna þetta hérna þannig að þá erum við núna með package.json hérna package lock og búin að setja upp ESLint þá getur sett keyrt núna ef ég segi hérna þetta node modules þá erum við bara að fara inn í hérna node modules og svo .bin sem þá einhver mappa hérna sem inniheldur þá binaryin úr þeim pökkum sem búið að gera aðgengileg. Sumir pakkar eru með svona skipanir sem hægt að keyra eins og rimraf, semver, wits og svo ESLint sem eru bara aðgerðir sem við getum keyrt. Þetta bara svo forrit, bara command line forrit sem við getum keyrt. Þau eru settar vísinu í það hérna
og þá þetta hérna svona symlink sem symbolic link sem þá í raun, þetta skrá í skráarkerfinu en þetta í raun ekki alveg skráin, þetta bara symbolískur linkur sem vísar yfir í aðra möppu. Allavega þá það eitthvað forrit hérna sem keyrir ESLint fyrir okkur. Þannig ef við gerum svona þá erum við að fara að keyra ESLint forritið. Þannig núna ég með ESLint uppsett globally í útgáfu 4.19.1 en þessi útgáfa 5.08. Þannig þannig í raun með 2 útgáfur ESLint uppsettar. Eina í verkefninu og eina globalt. Þannig ég þarf greinilega að uppfæra þetta. En ef ég myndi þá reyna að keyra í raun einhverja skipanir með þessari hérna útgáfu fyrir verkefni með ESLint 5.8 þá gæti ég að fara að lenda í vandræðum því það alveg heilt versjón á milli. 4 og 5 í raun að fara úr 4 í 5 í raun sá sem að heldur úti forritið bakum að segja að það einhver breaking changes sem að fara að gerast. Ok, þannig að þá get ég keyrt þetta hérna en síðan annað sem að npm býður upp á sem að heitir npx sem í raun gerir þennan part fyrir okkur. Það reynir að finna inn í þessum binary möppum einhvað forrit sem við getum keyrt. Þannig ef við gerum hérna foo þá reynum við reyndar að installa foo fyrst en ef við gerum hérna npx ESLint init þá keyrum við þetta og þá fáum við einhverja svona spurningar hérna upp sem nákvæmlega sama og ef við hefum gert hérna init. Þannig að þetta í raun það sama. Sleppum við að þurfa að muna þetta hérna. Ok, þannig að við getum gert núna hérna við fáum einhver svona input sést aðeins hvað ég að velja hérna. Þannig við getum valið okkur eitthvað style guide til þess að fylgja. Við getum svarað spurningum um það hvernig við skrifum eða við getum látið ESLint skoða JavaScript kóðan okkar og taka upplýsta ákvörðun um það hvernig linting reglurnar við okkar ætti að vera. En við ætlum að nota popular style guide og við ætlum að nota Airbnb sem var svona fyrsti stóri style guide-in en aðrir eitthvað svona standard style guide og frá Google notum þetta Airbnb do you use React sem að margir notar React, við notum ekki React þannig að við segjum nei við viljum geyma ESLint skrána okkar í JavaScript formati það bara einfaldar hluti þegar JSON getur ekki verið með comment við getum verið með comment í JavaScript skráni og ok þú þarft að sækja þessi dependencies, viltu að við sækjum þau núna með npm? Já. Þannig núna sækir þetta í gegnum npm þessa pakka sem við þurfum til að keyra þetta style guide og núna erum við komin með hérna erum við komin með config Airbnb base og plugin import sem eitthvað sem við þurfum til að geta importa pluginum. Og við erum komin hérna með ESLint rc.js því að þetta JavaScript skrá þannig að við gætum gert svona til að láta það líta út. Þannig að þetta í lagi og við getum sett hérna sett inn comment þannig að þetta í lagi og þannig að þetta bara það sem við vorum að gera hérna og við erum komin hingað Airbnb base og svo getum við búið til skriftu til þess að keyra ESLint á verkefnið okkar og við viljum í raun linta allar ESLint skrár þannig að við getum gert hérna í staðan fyrir test getum við gert ESLint svona eða við getum gert ESLint svona og gert test sem npm run ESLint þannig að ef við myndum bæta við einhverju fleiri linting þá getum við bætt því við hér npm run stylelint en þannig að þá erum við komið með þetta uppsett og þá erum við að keyra á JavaScript skrár í rótinni og JavaScript skrár í öllum möppum út frá rótinni og þá getum við keyrt npm test til þess að keyra ESLint á möppun okkar á verkefnum okkar npm test og hún finnur ekki neitt og hún að segja ég fann bara ESLint rc skrána ég vill ekki linta hana þannig að við búum hérna til eitthvað index.js segjum console log hello og keyrum aftur
þá fáum við núna í raun villur og það svolítið mikið af einhverjum hávaða hérna, bæði þessi hérna hávaði sem í raun að segja það sem ég verið að keyra þetta og þetta hérna sem í raun bara npm að segja þú keyrði skriftu, skriftan skilaði villu, ó nei. Þannig að við getum sagt með _s sem að segir í raun silent sem segir að við fáum bara í raun úttakið úr skriftinu okkar. En þá fáum við núna, með það að skrifa þetta console log, þá erum við komið með 3 villur. Unexpected console statement, sem við erum að segja að það ætti ekki að vera console í fordunum þínum, nema hugsanlega í development eitthvað slags. New line required at the end of file but not found og missing semicolon. Þannig að við getum gert hérna semicolon og vistað og þá er það farið. En eins og við sjáum kannski hérna áður en ég gerði þetta að þá er ég að sjá sömu villurnar í ritlinu mínum. Og það er út af því að ég er með ESLint pakkan uppsettan hérna sem integrerar ESLint JavaScript into VS Code. Þetta horfir á ESLint RC skrána í projektinu sem við erum í og lætur mig vita jafnóðum hvað ég er að gera vitlaust. Þetta er algjörlega leiðin sem við ættum að vera að nota þegar við erum að nota svona, af því að annars erum við að skrifa og svo erum við að fara að taka 2 klukkutíma í að laga allar lintvillur og erum í raun ekki að læra neitt af því að við erum ekki að sjá í raun villurnar leið við erum að skrifa sem að láta okkur í raun fáum feedback á það, hey, þú ert að skrifa eitthvað, ekki nota var og þá í þriðja skipti þá ok, ég skal bara nota const af því að það er alltaf verið að skamma okkur fyrir það. Þannig að ef við gerum hérna var hi, hello og hi, þá er bara hérna unexpected var, use let or const instead, ok, let og þá kemur hi is never reassigned, use const instead, þá er raun forritið búið að sjá, hey, þú ert aldrei að segja hi að vera eitthvað öðru, eitthvað annað, þannig að notaðu const og þá er þetta komið. Þannig að svona erum við raun að fá feedback yfir það sem við erum að gera. En ok, svo er ég bara, ég vill nota console log, bara ég fíla ekki að þú sérst að banna mér það. Þá höfum við leiðir til þess að stilla reglurnar og annað sem við líka gera er að láta ESLint vita við sem að vinna í Vavra af því annars fáum við villu að við erum að vísa í document eða window þannig að segja við ætlum að gera hérna const li document create element li þá fáum við fyrsta lagi hérna þetta er assigned a value but never used en svo fáum við líka document is not defined þetta document er einn global breyta sem við erum að nota í webnum af því að eða þá við myndum nota hérna window.document þá sem bara window er ekki skilgreint en við vitum að við erum að vinna webnum og við vitum að þetta er skilgreint þannig að við þurfum einhvern veginn að geta látið vita því og við getum bætt því við í ESLint RC skrána og við getum líka stillt sérstaklega hverja reglu innan einhvers rules hlutar þannig að reglurnar í ESLint eru mjög margar og við getum í raun farið inn í hverja þeirra og séð stillingarnar fyrir þær space in parens er í raun að segja viltu skrifa kóða sem er með bil fyrir framan argumentin eins og eitthvað villimenni eða viltu gera svo siðmentað fólk og gera það ekki og þá er það hérna þá getum við í raun skilgreint hvort er þannig að þetta er raun segir okkur hvernig við getum stillt þetta en síðan getum við farið yfir á Airbnb style guideið og þá er í raun tiltekið fyrir hverja einustu reglu af hverju. Use const for all your references. Avoid using var. Why? This assures that you can't reassign your references, which can lead to bugs and difficult to comprehend code. Svo koma dæmi. Bad. Good. Svo bara farið í gegnum hverja einustu ákvörðun. Þannig að það er fólk búið að eyða gífurlega miklum tíma í það að skrifa þetta og gera þetta þannig að þetta er tól sem hjálpar þér að skrifa kóða sem er með færri villur. Og svo er alveg hérna 750 closed issues og fullt í gangi þannig að fólk hefur skoðanir þegar kemur að því hvernig kóði lítur út. Þannig að við getum breytt þessu svona og þá getum við sagt hérna environment browser true sem segir þá ESLint við erum að vinna í browser sem bætir þá við window og document þannig að kvartar ekki við því og við getum sagt hérna no console þá getum við sagt það er villa
nema við leifum info, warn og error sem ég ger stundum að því að ég vil, þú veist, console log kannski ekki það sem ég vil, en stundum vil ég logga eitthvað út og þá ég svona explicit það, ég vil logga eitthvað út og þá segi ég ekki document, nei, console log heldur console info slögt á reglum, ok, svona þannig að núna erum við búin að keyra þetta akkur, ok, fine þannig að núna eru þessar villur sem við voru á hann eru farnar en ég stend ennþá uppi með þetta hérna li is assigned a value but never used og þá hugsanlega gæti ég verið með eitthvað bara eitthvað, ok þetta þarf bara að vera svona en ég ætla ekki að fara að slökkva á þessari reglu þessari regla yfirleitt hjálpleg en í þessu tilfelli hef ég einhverju mjög góða ástæðu til að slökkva á þessari reglu og þá get ég í skránni sagt annað ESLint disable sem comment efst í skránni eða ég get sagt per línu ESLint disable line og þetta getum við gert en yfirleitt ættum við bara að laga villuna þannig að við ætlum ekki að vera bara eitthvað öðru alltaf segja mér að hætta þetta var þannig að ég segi bara alltaf var fú jæmt og 1 ESLint disable line haha, þú veit ég klár nei, þú veist að miskilja const svo næs þannig svona en hins vegar vill ég hafa þetta hérna sem þetta no unassigned expressions þá get ég sett svona og þá get ég linta skjalið mitt rétt þannig að núna ég með eitthvað hérna sem ég get keyrt þetta á og ég fæ engar villur og svo verður þetta oft svona einhverjir svona litli hlutir sem að eru stundum að valda manni segjum að ég ætla að gera eitthvað hérna bar jafnt og foo plus 1 og console info bar og ég væri búinn að horfa á þetta í nokkrar mínútur og ég skildi ekki af hverju ég fengi alltaf nan út úr þessu en þá bara verið að segja mér hérna ég gerði bara einstakta villu það á að vera foo þannig að þetta getur hjálpað okkur náttúrulega þetta mjög lítið dæmi en í stærri dæmum hjálpar þetta okkur við það að halda bæði samræmi og að benda okkur á hluti sem að fara að valda okkur hugsanlega fara að útbúa einhverja bugga fyrir okkur já og til með þessu þá einmitt fór ég í gegnum repoið og keyrði það að keyra líka ESLint fixed en ég sem sagt lintaði allt og committaði í gær og það var mjög mikið af dóti sem var 1020 additions í 77 skrám og þetta eru svona litli hlutir sem að maður gleymir oft hérna eins og einhver dæmi sem voru með lett í stað fyrir const þetta bara að vera const því að það sniðugra einhver staðar sem ég var að gleyma semikonu og alls konar hlutir þannig að það gott að setja upp svona lint að það heldur okkur á tánum og það lætur okkur skila frá okkur betri kóða